hve lengi ég beið þín. Það vorrið á glugga, napur vindur sem hvín. En ég veit eina stjörnu sem skín. Stödd á fjórða æfingi á forflokki karla. Hérna erum við Mikinn Kappa í gulli Þórstreyju, markmaður Kili. Hvað geturðu sagt mér fjórðaflokk karla? Þetta bara frábær flokkur og það breytir því enginn, held ég. Og flokkun náttúrulega bara frábæra þegar þið náttúrulega hafi gert það frábæra. Já. Hvernig eru þjálfararnir, Orri og Steinar Logi? Já, þeir eru frábærir. Steinar náttúrulega þekktur gleðigjafi. Já, hann mjög góður. Sem Kili, fylgdust eitthvað með HM í sumar? Mjög lítið, satt að segja. En fylgist með Þórsliðinu hérna í Pepsildinni? Já. Hvernig líst þér á ástandið þar? Það ekki gott á meðan stendur núna, held ég. Nei. En heldur þetta fari ekki batnandi? Það verður að gera það, jú. Þú trúa því? Já, ég trúa því, mjög. Sem Kili, hvað verkefni hafi verið að taka þátt í sumar eitthvað annað en Íslandsmótið? Nei, ekki meira, held ég. Nei. Hvernig gengur þar? Ágætlega, held ég. Þú þokkalega sáttur? Já, ég mjög sáttur. Kili, ég sé að æfinginu byrja, ætla ekki að tefja lengur. Takk fyrir og gangið vel. Takk fyrir, sömuleiðis, bæ. Halldór Jóhannesson, Jóa Valgis dómara. Já. Þú í Þór, pappin í Káa, þetta ekki bara ljúft líf? Jú, hann nú ekki alltaf sáttur með þetta, sko, en... Stundum tekist á veldspori heima? Já, það svolítið nuttanum upp á því að Káa sig í fyrstu deild en Þór í efstu deild. Það ekkert leiðilegt. Nei, það bara gaman að því. Hvað getur þú sagt mér Keli var að segja að þetta væri alveg frábær flokkur, fjórflokkun, eftir samlónum, þið fjandi fínn flokkur? Já, minnst það, sko. Góðu liðsandi og bara allir glaðir. Það nú það sem fleytir mörgu liðinu fjandi langt, það að ef að gleðin í fyrrúmi. Já, þetta bara mjög flottur flokkur og gaman að æfa með þeim. Segðu mér, hvernig finnst þér vel í stakk búnir með þjálfarinn Sora og Steinar Loga? Þeir eru bara mjög góði þjálfarar og gaman að æfa með þeim og skemmtilegar æfingar og svo náttúrulega Steinar rosalega skemmtikraftur. Hann náttúrulega gleðipinni. Já, við erum náttúrulega búin að vera með hann nokkur ár og nær vel til okkar. Ég spyr vola marga því hvert að ég fylgst með HM í sumar, gerðu þú það? Já. Hvaða lið var þitt? Ég held nú fyrst með Spáni og sá að þeim gekk ekkert alltaf vel, þannig að ég breytti yfir í England og þeim gekk heldur ekkert alltaf vel og svo fyrir ég yfir í Úrúgvæ og í úrslitaleiknum held ég með Argentínu, þannig að þetta fór ekkert alveg eins og ég vildi hafa það. Þannig að þú hefur farið svona víða völl? Já. Hvernig líst þér á framhaldið á ykkur? Þið eru á fullu Íslandsmótinu? Já, það mætti ganga betur á Íslandsmótinu og okkur gengur ekkert allt of vel. 4 stig út úr 6 leikjum. En þetta ekki búið? Nei, við ætlum að vinna rest. Já. Og maður segir náttúrulega þetta ekki búið fyrir þetta búið, þannig að það getur allt gerst. Já. Ég bara skora á okkur og láta þetta bara rætast. Já, við verðum að komast ofar á töfluna. Jóhannes, takk fyrir spjallið og drífuæfingu og láttu til í taka. Já, takk sem leiðis. Bye. Bye. En ég veit eina stjörnu sem skín og nú loks ertu komin, þú ert komin til mín. Það eru erfiðir tímar, það atvinnufrið. Ég hef ekkert að bjóða, ekki sem ég ger, nema von mín og líf mitt, hvort ég var
þetta eitt sem þú gafst mér, það allt sem ég hef. Orri Freyr Hjaltalín. Orri, þú ert þjálfari fjárhúskalla. Hvernig gengur lífið hjá þessum pjökkum í sumar? Það gengur bara svona ágætlega. Spilamennskan hefur verið svona fín en úrslitin hafa kannski ekki alltaf verið nógu góð. Það náttúrulega svo sem mikið eftir þessu vinnu og því ekkert að vera að væli í því. Við þekkjum það að þetta getur allt komið og mun koma ef að menn trúa á því sem það sem þeir að gera. Já, það eru ennþá nokkrir leikir eftir og þarna. En það má ekki alltaf bara einblína á úrslitin. Það verður líka aðeins að kenna þeim svona undirstöðuna fyrir framtíðina og það hefur gengið bara vel. Ég tók eftir, ég fylgdist með æfingu hjá okkur í gær að þetta var einhver þemavika, voru strákari sem var að koma að heimsækja ykkur úr 15 flokki. Þetta var mikið líf og fjör og greinilega flottar æfingar. Já, það var ákveð hjá okkur þjálfurunum að í þessu svokallaða KSI fríi sem stendur nú í þessari viku og í næstu að leyfa mönnum að spila upp fyrir sig. Og við buðum nokkur strákum 15 flokki að koma að æfa hjá okkur nokkra dag og það hefur bara gengið ljómandi vel. Þegar við komum upp í fjórðaflokkari, við þá svona meira komnir í það að reyna að kenna manni leikskilning og annað eða hvert svona uppleggið? Það náttúrulega feikilega breytingar frá því að vera í 15 flokki og litlum velli og vera svo komin í fjórðaflokka sem komið til dæmis með rangstöðu og völlurinn helmingi stærri og fleiri inn á vellinum á sama tíma og taktíkin og allt annað fer að vera alltaf meira og meira mikilvægari. En það svona rétt að kenna þeim svona grunnskilningin. Og þarna er náttúrulega mörki í fullri stærð þannig að þeir eru farnir að þefa af því sem þeirra býður á næstu árum. Já, ég meina þeir eru bara komnir á meistaraflokksvöll og með meistaraflokksreglur og þetta kemur ekkert til með að breytast við þeim á næsta árum. Þeir eru bara komnir á þann stað sem þeir verða. Orri, nú er þessi aldurshópur, þetta eru strákar sem eru komnir í kringu fermingu, ekkert orðið snúið að eiga við þessa strákar, þykjast þeir vita allt? Nei, alls ekki. Þeir eru ljúgir sem lömb og en það komast þeir ekkert upp með neitt annað. Það er mjög gott að eiga þessi stráka og þeir eru stiltir og hlýðinir og viljur til að læra. Og þú náttúrulega hefur góð tök á þeim? Já, maður lætur bara heyra í sér ef það gengur ekki. Þeir töluðu líka það í gær, strákarnir að það væri gott að hafa ykkur tvo, þið væri fínir saman þú og Steinar Logi, hann væri svona ægilegu gleði í pinni. Já, þjálfarateymið þannig náttúrulega geta virka vel og hann náttúrulega mikill sprelli kall og ég kannski svona meiri því að vera að skamma þegar þess þarf og þannig að ég held að við vinnum bara hvort annan ágætlega upp. Orri, gangi ykkur vel að sem eftir yfir sumars. Takk. Og nú loks ertu komin, þú ert komin.